þennan leik sko. Við ætlum ekkert úr of lengi í loftinu fyrir þennan leik. Spurningum komum inn eftir svona korter af leik. Ef að Stjarnan vinnur þennan leik og við vinnum Aftureldingu og það má búið. Það verður gaman að sjá hvernig Afturelding mætir á eftir. Einhverjir hafa ekki verið með í gær. Tvöföld hamingja! Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Tvöföld hamingja! Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig Jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig Jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood and Tvöföld hamingja! Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Hérna Bjarni Viggós, hann að dæma fyrir Hauka? Hann Haukadómari? Veit það ekki. Ég er ekki viss. Nei, ég held ekki. Ægir og bróðir að stæma bara saman, ekki? Þetta hefur verið Haukar, held ég. Ægir og Sigurgeir dæma bara saman, ekki? Þeir bræðurnir, ég held að oft allavega. Já. Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig Jigs to build. Já, góðan daginn. Velkomin á dag 2 á Hafnarfjarðarmótinu. Yes sir. Hvað segirðu þá? Góður. Þetta er að kynna leikmenn, þetta er Alvöru mót. Þetta er mjög athyglisvert náttúrulega. Engir áhorfendur, nema náttúrulega á Haukatífi. Já, ég býst við að mörg þúsund manns þar inn í dag. Já, það hlýtur að vera. Þetta er fyrir leikurinn í dag.
Afsakið. Hálf 9 fáum við svo Haukana. Haukar Afturhalding, FH Stjarnan núna sem byrjar eftir, já bara örfáar mínútur. Stjarnan tapaði í gær fyrir Haukum í hörkuleik með 2 mörkum og FH tapaði fyrir Afturhaldingu. Þessi 2 liðir sem sagt töpuðu í gær. Já, og í hörkuleik líka FH Afturhalding sem var virkilega bara skemmtilegu leikur. Já. Það var hérna, Afturhalding náttúrulega lenti í þokkalegum áföllum í þeim leik, rautt spjald, meðsli og alls konar fjör. Já, og það var hérna einkennið svolítið mikið af Bróttíssonum og svona, já. Já, Ekki best dæmdi leikur sem ég hef séð svona á ferlinum, en leikmennum vissulega líka klaufar í mörgu og svoleiðis. Nei, en voru samt bara samkvæmi sjálfum sér, sem nú svolítið sem að biður ekki mikið meira í dómgæslu í rauninni. Ég finnst þeir samt oft svona reka aðeins svo mikið út af þeir félagarnir. Já, Það er svona línan þeirra svolítið þannig. Þetta er mýkri lína. Já. Við sáum hörkuleik hérna í gær, skilurðu, milli Stjörnunnar og Hauka, sem var vel tekist á og frábæra varnir og annað, en það var ekki mikið Bróttíssonir. Ekki eitt vítakast. Og ekki eitt vítakast, Ekki sem reyndar Það er magnað. ótrúlega tilviljun einhver, sko. Já. Það er ekki svo að það er verið að sleppa þeim beint. Nei, en svona í þessar íþrótti er óvenjulegt að það fari í heila leik án þess að það sé vítakast. Já. Dómar leiksins í dag, Ægir Sigurgeirsson og Bjarni Viggósson. Já. Þetta verður hérna vafalítið góð prógram fyrir þá. Já, það hlýtur að vera góð æfing fyrir dómarana að vera á þessu móti. Já, engin spurning. Byrjunarliðin hérna, ég sé hann Góði sem spila ekkert í gær gegn Haukum hérna, strákur úr Fjölni, hann er að fá að starta hérna hjá Stjörnuliðinu. Já. Og félagi hans frá Fjölni líka, Arnar Máni línumæður er líka að fá að byrja. Já, Leo og hérna... Pétur sé á hægri vænginn svona og Dagur Gaut er alveg fastur í sínu hótni hér, og Tandri. Tandri og Dagur eru einu sem eru hérna sem byrjuðu í gær. Já, og í markinu sjáum við Adam Þorsteinsson, gríðarlega efnilegur strákur. Þú ert hérna hrifinn á honum. Já. Ég hef endur ekki séð hann ég sá hann er strax byrjað. Það byrjaði ágætlega. Ég hef endur ekki séð hann í 2-3 ára sem hann ákvað hreinlega bara hætt í handbolta ungur árum og var að veðja á fótboltan. Svo Patti fekk hann til þess að ranka við sér og fara að byrja að hérna æfa handbolta. Alltaf spila fótbolta á Íslandi. Já, ég hef bara frábært efni þessi strákur. Ávaxinn og flott típa. Algjörlega. Við spilaði FH. Sammála því, ég kannast aðeins við Kauða. Við spilaði FH. Það er leikmaður nummer 19. Fyrrum Haukamaður. Já, þú segir Jón Bjarni Ólafsson, hann er allavega eitthvað búinn að rápa hérna milli félagana. Ég kann ekki alveg alla söguna. Nei. Mann eftir hann hérna í hægri skittu í Haukum einhver ár. Örfendur. Já, ég verði að viðurkenna það, ég bara vissi þetta ekki. Já, maður er alltaf að kenna þér eitthvað. Já, þakka fyrir. Þú ert náttúrulega kennari að mennta. Maður er kennari og maður er komin í vinnuna. Já, það er gert. Góð vörð hjá Einari. Gengur hérna fast á móti góða, stoppar hann. FH-liðið, það er Birgir og Einar hérna hægri vængur. Sjáum við línumennina sem þrista í vörninni, Jón Bjarni og Ágúst. Og hérna, já, og kannski algjör að lykilmann í FH-liðinu, Ásbjörn Freyrisson í bakverðinum í vörn. Já. Aðstoða þjálfari held ég líka tillaður. Já, og Tandri er í varnarskiptingu. Já, og Jakob er svo í horninu hjá þeim. Flottur strákur. Og Birgir í markinu. Já, þeir byrja með íslenskan í dag, ekki í þýskan. Já. Mikið Álaug Döller, hann að vinna hérna upp í Áslandsskóla sem stuðningsfulltrúi. Þá getur við hann að fá rólegan eftir middag. Já. 1-0, Stjarnarfyrirlar á þessinu. Það var einn bolti báðum megin. Já, ertu með tölfræðina? Já, ég ætla að reyna að halda út núna. Þú sérð þetta. Þú mátt minna mig á það svona af og til. Já, ég reyni. Jakob Martin, sonur formansins, Ásgeirs. Vel spilað hérna. Vel varið Adam. Adam búinn að taka hérna 2 færi af línunni og dauðafæri bara og góðfæri. Dýrt að klikka svona þar, frábælega spila hérna hjá Rannari Braga. Það er hinn Eyjól Braga. Það er hinn Eyjólfsson. Hann er með gott auga fyrir leiknum þessi. Og svo heppinn að fá þjálfana hans í Stjörnunni. Virkilega hæfileika ríkur strákur. Einar fór og ég fekk annan sem að þjálfa þið alla. Já.
Veit ekki svona vita það. Það slútað. Tandri. Þetta ekki varðið held ég, þetta ekki bara stöng. Nei, þetta var stöng. Ég heyrði það mér. Talandi hafa þjálfa, ég held ég þjálfaði nú bara Birkir í markinu í 17. leik í Selfossi á sínum tíma. Svona það var ég mjög ungur hérna. Sem eiginlega galið sko. Já, þú ert hérna, við báðir, við erum búin að kannski nokkuð lengi í þessu. Já, kunnum ekkert annað. Nei, mjög lítið. Pétur og Góði, hann hætti við skotið. Það mætti þarna bara 2 turnar á hann. Leo inn. Erfitt skot, erfitt færi og kannski ekki, já, bara heimlega ekki nógu gott færi. Aftur vel spilað, þetta er vítakast. Já, já. Ægir með allt í teskið á flautunni. Já, já, þetta var alveg engin spurning. Við erum strax komið fleiri víti heldur en í Stjarnan Haukar í gær. Hann er góður hann í horninu og Jakob Martin líka, góð varnarlega. Já, ég er hrifinn af þessu strákum, ég er stann hérna skemmtilega leikmaður. Gæti orðið dúndur spilari. Já. Hann og Orri okkar hafa verið að spila með sama landsliði. Já. Deila frá sömu stöðu. Já, ég hef svo gaman á honum, hann er svo aggressífur líka varnarlega og hérna fasti fyrir ég hef gaman á svoleiðis leikmannum. Já, spilar oft líkil hlutverk hérna ef FH getur farið í 3-3 vörn eins og gera stundum að koma fram á völlinn, þá er hann yfirleitt svona í líkil hlutverki. Já, bara svona karakter strákur. Já. Það er alltaf skemmtilega típur. Tappaði bolti. Já. Lína. Það tappaði boltar hérna svolítið. Vil spila Dagur Gautason. Vel gert hjá þeim. Ég held að Patrikur ætli algjörlega að veðja þennan gæði á horninu í vetur. Já, eðlilega held ég bara. Hann er frábær. Talandi skemmtilega típur sko, hann var rosa aggressífur og nákvæmlega. Gefur ekkert hopp með eftir þessi. Hann er ekki hávaxinn en hann vinnur það upp með bara ákafa og leikgleði og baráttu. Vinnir maður svona pínlítið kannski bara á Arnór örfenda í landsliðinu sko, hérna hvernig hann er svona í vextinu. Já, það er rétt. Hæðin er ekki allt í þessu alltaf. Nei. Við þekkjum það alveg dæminu það. Glæsilegt mark hjá Ása. Hann er einn allra besti skotmaðurinn í deildinni. Já. Ég hef eitt mörgum vídeófundurum ég að reyna einhvern veginn að lokka á hann. Hann er alltaf koma þessi í skeytinu örgurum megin sko. Fjölbreyttur og svona hugsandi leikmaður. Já. Klókur. Já, Pétur í ettin í vörðinni. Og þokkalegur í vörð líka. Já, þetta er bara alveg gæði. Þetta er fyrirsjáanlegt. Já, það var eiginlega ekkert annað í stöðinni. Já, Jakob Martin. Vinkar í 1. Þetta er erfið dag fyrir Adam í markinu ef þeir ætla að tappa boltanum svona mikið Stjarnan. Já, hann er komin alltaf með tvö varna línu en hérna það er erfitt þegar þú fær endalaus ræðblóði. Já. Þú þekkir það sem markmaður sjálfur ekki? Yes. Góði. Leo inn. Vel slúttað. Hann er frábær slúttar hann Leo. Hann klikkar ekkert mikið á skotum. Nei, hann er mjög öflugur inn. Eina sentra hérna inn á sóknarlega í skiptunni. Já, hann er í hérna skiptingu, kemur í sókna fyrir Ágúst Birgis. Já, rétt. Ágúst spilaði ekki mikið í sókni í gær, er það ekki? Klikkaði bara hreinlega svolítið mikið skotum í gær, skal ég segja þér. Ég held að ég tali 4-5 klikka á hann. Eftir að Jón Björn ætla bara að toppa hann í dag. Hann er búinn að klikka 3 hérna núna. Já, á 7:40 og komið með 3. Dagurinn, flott hraðablaup, vel gert. Tandri með góða sendingu. Já. Það er alveg eins með þetta svo að tappa boltum, að klikka svona færum á línunni. Þetta yfirleitt skila sér bara í marki hinum megin. Já. En það núna Adam við 3 bolta varða, það er allt auðafæri frá Jóni Björn inn á línu.
Og Jón Bjarni kominn út af, það er bara Ágúst kominn á línu. Já, eðlilega, 3 skot á 7 mínútum. Það er ekki betra færi. Hvað myndu að segja það? Er það skráð varið? Já, þetta hefði bara verið flautað sem mark, þannig að þá verðum við... Það er ég sammálaður. Maður er... Og sjá alls konar útfærslur af þessu stundum. Já. En það er ekki að sjá að strákurinn sé búinn að gleyma hann í treyfingunum. Nei, en flottur. Hann er hvort verður svolítið með þetta eða ekki, skilur, og hann er með þetta þessi strákur. Já. Svo að slípa svona aðeins tæknina og fá meiri reynslu og annað þá er þetta hörku markmaður. Algjörlega. Þetta er nú bara markmaður sem Barcelona vildi fá til sín eftir eitt mótið með yngri landsliðum. Það er rétt, ég var búinn að heyra þetta. Boðinn er sitt fyrsta mark. Boði Ingvar Sveinsson. Ási, vel varið hjá þetta. Hann er komið 4 varinn. Hann er vel tengdur, hann er komið 5 varinn. 5 varinn? En þú ert með læri sem þinn líka, er það ekki? Ha, já, ég er með það líka. Birkir. Það hefur verið minna varið þar, Birkir með 1 bolta. Já. Þeir eru yfir 6-5 eitthvað síður. Já, og Patti tegur leikli. Bjarnan hefur svona verið að klúra sínum sóknum með að tapa boltanum, en FH svona meira með að klikka döðafærum. Svona verið munurinn. Já, það er svona sendingarörðuleikar hjá Stjörnunni en færanýtingin hinum einn. Nú er Frikki orðinn alveg kolóður hérna held ég í DJ-num. Já. Við fundum hann. Þetta er nýtt fyrir Friðrik að setja hérna inn í loungein okkar og vera að lýsa þaðan. Hér er farið eftir reglum. Já, algjörlega. Þú sér það. Já, það er alveg 1,5 metrar milli okkar allavega. 2 komnir. Já, líkt að hafa þig hóstandóni sig hérna. Já, þetta er... Jæja. 6-5. Einar Rafn eitthvað að reyna að hlera leiklið á dyrni. Við erum að sjá menn frá hálfgerðar hvíld hérna í fyrirháleik hjá Stjörnunni. Brynjar sem spilaði mikið í gær, Hafþór, Óla Bjarka, Sverrir Eyjóls. Sverrir fekk nú líka högga á rifbinni eitthvað í gær. Já, hann fekk einhverja smá byltu. Og er hann hérna strákurinn hans Palla Þóróls hérna í hóp í dag, Gunnar. Já. Gaman að sjá hvort hann fær einhverja mínútur hérna á miðunni. Yngri. Já. Hann ekki bara 2, Aron Dagur, bróðir hans allavega. Já, sem er erlendis. Já, meira veit ég ekki. Nei, ekki heldur. Í bili. Ekki heldur. FH byrjar hérna í 5-1 eftir leiklið með Jakob Martins og tala um áðan. Hann er komin hérna fyrir framann. Hann er mjög hreyfanlegur í senternum. Og sér það Ási og Einar sækja mjög langt út líka. Já, þetta er skemmtilegt að sjá þetta. Skemmtilegt útspil svona hjá FH-þjálfurunum þar sem að Patti er klálega verið að vinni í sóknarleik gegn 6-0 hérna í leikliðinu. Nákvæmlega, þá hendur í þetta. Það er bara eitthvað allt annað. Sjá þetta, markmaður á hann. Vel gert. Frábærlega gert. Bæði hjá Degi og Adam. Segðu svo að Borgir sig ekki að keyra tilbaka. Já, nákvæmlega. Komið sér heim. Já, þetta er bara gulls í gildi. Maður er kallað það einu svona eða 2 svona er maður í þjálfuninni. Já. Mjög sjálf. Hanna Bragi leysir inn. Góði kemur beint upp á Gústa. Erfitt að fara gegnum þennan gæja. Já, Gústi nautsterkur. Ég er alltaf gaman að sjá lið spila eitthvað annað en 6-0. Ég veit ekki um það. Ég er gaman að sjá F-fangarna vera að spila svona aggressíft. Já, og eins og segir sammála þetta er skemmtilegt hérna beint eftir leikli eða henda í aðra. Tekur svolítið svona frumkvæði. Tekur svolítið punchið úr. Já, vel gert og góða. Einar, vel gert, Einar Sindrason. Já, gult spjald. Það er hendi gult. Það er svona alveg hárrétt í benna. Vel dæmt, já. Patti er að kenna í þetta samt. Patti er alltaf að leiðbeina dómur. Já, þetta er fallegt af hann, Patti er ekki þessi töðari, hann leiðbeina dómur honum. Já, þetta er... Svo þeir verið betri í næsta leik. Já.
Það er það sem hann Við þekkjum nokkra svona. Já, ég er svolítið svona stundum. Já. Það er ekki þessu tuði, leiðbjörna. Ég hef sagt að ég mótmæli ekki dóminn nema sér rangur. Já, það borgar sig. Ef fólk gæti draga frá hérna fyrir Einar. Ok. Komum skot, bam. Já. Einar með frábæra hendi. Það að draga þetta tilbaka. Já, og virðist vera búinn að jafna sig af Axlamissonu sem hann var í fyrra. Já, Góði með fínt skot, vel varið. Góði áræðinn hérna. Alls ekki gali skot hjá honum. Ægir meina hann hlaupi bara með boltan og skrefi hérna. Já. Ekki alltaf ég efast Nei, ég er bara Ægir Sigurgeirssyni. Ég veit ekki maður sem gerir það. Menn eiga til að gera þetta nefnilega og sjaldan dæmdu það. Hlaupa svona stað. Já. Já, þú, já. Nei, ég skilja af Jölu, þú viljir ekki mótmæli því. Nei, ég ætla bara að passa mig. Þú vilt fá brauðtertu. Ég vil fá brauðtertu á sunnudaginn. Gott skot, frákast hjá Leo. Góður að láta finna fyrir sig þetta núna, hann er að þóra að negla á þetta. Já, ég er ánægður með Góð, hann er áræðinn hérna í upphafi. Það er betra að gera einhverja smá feila og klikka skotum heldur en að gera ekki neitt. Já, það er líklega einn besti íþróttamaður allar tíma sem að sagði að ástæðan verið að vera svona góður að hann þyrði að gera mistök. Já. Michael Jordan, eða þú varst að pæla. Já, ef hann er að fylgjast með. Já. Mark, Hrannabræði með frábæra sendingu, Hurri með stóðstingu og Mark strax í baki. Já, það er gott að ég er ekki að skora tölfræði, það væri allt búið núna. Já. Góði, Tandri á miðunni núna. Skiptir. Þeir ætla að keyra fyrir hálfleikinn bara svona. Já. Við erum að fá meira skor hérna núna í þessum leik heldur en við fengum í gær. Já, og svona ef við ætlum að taka það, þá er nú Stjarnan í rauninni með svona minni spáminn inn á. Já. En eru alveg að hafa í fullu tré hérna við erfæðingar sem eru nú með nánast sitt besta lið. Stjarnan er með svona backup, hvað við segja, backup, það mætti sletta, backup line-up sem svona í flestum stöðum fyrir utan hótt. Já. Bjarni hendur Einar Rafni út af. Þetta eru æfingaleikir og menn þurfa að spila. Ég er alveg sammála. Maður séð svona Aron kannski fer að gera þetta eins öðruvísi, hann rúllar svona, lætur, hvað við segja, ungu strákan að spila með þeim eldri, hann kannski skiptir ekki algjörlega line-up þannig, hann svona róterar þessu mikið. Hann lætur svona kannski strákana svona læra meira með gömlu köllunum. Þetta sjáum við ekki oft, Leo klikka víti. Nei, við rættum sem þetta líka í gær við hann Gumma í afturhaldingu sem átti nú stórkostasta víti sem við séð með mjög falleg vippa. Já. Það er enda að talaði sjálfur það. Býtum við 21 hjá FH, látum okkur sjá. Þetta er Benedikt Elvar Skarphéðinsson, kominn hérna inn á. Já. Já, ég eitthvað aðeins sé hann að bræða fyrir í öliðinu sennilega. Ekki mikið sé þennan strák spila. Hann er svona ekki dósvipaður Einari held ég, Einar Sindra. Hann er lágvaxinn og flinkur. Svona kröftugur strákur. Já. Jakob leysir inn og kemur Kairó í kjölfarið. Þetta er svona vinsælasta kerfið í mótinu. Þetta tvöfalda kerfi, innleysing og Kairó. Og svo hornamaður jafnvel leysið út. Tilbaka, já. Það er svona í kerfinu þar að segja. Já. Gott, vel gert. Já. Það var nálægt í að verja þetta en að laga inn. Þetta var vel skotið. Já, vel spilað hérna, vel varið hjá Birki. En ég verði að segja lélegt slútt einhvers fyrir orðan. Já, þetta var fyrsta tempo og einhvern veginn. Bara beint inn og beint út úr hendi, þetta er ekki gott. Þetta er ekki til útflutnings þetta slútt. Nei. En kredit á Birkir. Ég er með 2 bolta varða á hann. Það er alltaf kredit á markmenn þegar þeir taka skota línu. Það er bara þannig. Það var komin tíma á góðan bolta varinn. Já. Einar, og sí, þetta er svona hnið eða hvað? Já, þetta geti verið vont. Nei, þeir eru báðir góðir. Já. Og bara svolítið dingur. Já.
Áfram minni hérna Jakob, sama áðan. F-fangar náttúrulega með, svolítið náttúrulega með hérna Jakob og hérna, hvað sem hann heitir, Birkir. 21. Benedikt. Já, Benedikt Elvar. Já. Einar. Og Einar Sindra í hérna á vinstri vagnum á miðunni. Þetta er svo sem ekki, það er ungt og efnileg, ungir og efnilegir, strákar. Já. Jakob reynda finnst mér bara þurfa að fá að fara að spila meira og ég er að vona að það sé svona að gerast. Hann spilaði þokkalega mikið hérna í gær og er að spila núna allavega fyrsta korterið allavega. Já. Við söknum hérna hjá F-fangunum, þeir sakna Egils Magnússonar. Já, og hann hérna Arnar Freyr Ársælsson. Arnar Freyr Ársælsson, Ísak Hrafnsson. Já. Jóhann Línumaður líka. Þetta eru hörku leikmenn sem vantar. Algjörlega. Ákveðið ágefna menn sem meittir satt núna svona eftir svona langa pásu henni, veistu það ekki það? Ég er svona ekki búið að vera mikill kontakt í þannig, nema menn sé bara meðast á æfingunum og nýlega, ég þekki það ekki. Nei, hef ekki hugmynd en ég er sammála því, við rættum um þetta í gær, þetta er nú líklega lengsta undirbúningstímabil í sögu íslensks handbolta. Já. Og menn ættu nú að vera alveg í þokkalega góðu líkamlegu standi. Já, svo gerast slysinn, en svo sem ekki nýja fréttir að Egill Magnússon sé meiddur. Nei, því miður. Óheppinn með það á sínum ferli. Eins og þetta er nú, sko, hæfileikaríkur strákur. Skref líkt að þessu, já, var í skot. Ánægður með þetta, Stóð í horninu. Já. Það er ekki margir markmenn sem að gera það. 6 skot varinn hjá Adam. Gegn 2 hjá Birki. Gæti alveg verið þess að ég glemma kannski einum bolt á hann, en hann er ekki meira en það. Mögulega. Hann Brynjar í gær, hvað var hann? Hann var með 11-12 bolta, var það ekki? Já, þeir voru svipaðir. Ég held að það væri svipað hann á Björgun, einhverja 12-13 bolta. Hvor. Adam er alveg að gera vel hérna í þessum leik, sko. Já, vel gert fyrir Hannar, þetta er nú víta leik. Já, sem þjálfari hefði ég örugglega kennt dómarunum að segja það að vera í víti, sko. Já. Hjálpaði maður með það, já, ég gæti ekki betur að segja í endursýningun hérna á skjánum hjá okkur. Þetta er slögg klipping. Hann er svolítið, minnst að hann að vera svolítið að henda boltanum svolítið frá sér í þessum klippingum og Það slíki fyrra, ekki ersans þegar Stjarnan var að spila þessi klippingar og 200 klippingar. Það væri svona, ekkert svona... Ekki nóg vanda, út af með Bjarni víti. Já, ekkert mjög samfærandi svona. Nei. Já, hann fyrir henni vítakasti. Ég er bara sjálfsagt hárrétt hjá. Já, Bjarna. Já, Leo aftur, hann var óheppinn á þann. Hann klikkar ekki 2 í röð, ég hef aldrei séð það gerast. Aldrei nokkuð tíma, hann er inni. En það væri saga til næsta bæjar. Það væri bara saga til, ég veit ekki hvert. Fyrir beint í Kópavogi. Já, 9-9 og 19,5 mínúta búinn. Já, það var bara skemmtilegur leikur. Já, þetta er fínn haustleikur. Já, Hafþór komin inn á Stjörnunni fyrir Pétur. Já, vel spilað. Svolítið viðkvæmir hérna, það er bara að fá mörg færi F-fangarnir hérna bakurinn hérna með. Já, þetta er 4. færi sem línum að færi þarna og í bara einfaldri rykkingu niður. Já, Leo í gegn. Já. Silti mjúks. Boði er svolítið framalega hérna og Tandri ekki alveg að vinna nógu vel hann á bakvið. Já, það sé ekki alveg á hreinu hvort hann eigi að fara út eða hvort þeir ætla að standa saman. Þetta er svona eitthvað... Það er svona einhver miskilningur í þessu. Já. Leonar kominn inn í hægra hornið hjá FH. Já. Hann er úr Hauka Akademíunni. Jú. Ási og Einar. Og maðurinn sem þú ætlar að tala við er kominn inn á hjá. Já, vel skotið. Frábær stóð til Jakob Martin. Hafþór er mjög góður leikmaður. Já. Rauðning sleikt að þessu. Já, það er alveg verið hægt þetta með Rauðning. Já. Men Bjarni var ekki á þeim buxunum. Nei.
Bara þetta sé eins heilt yfir og menn finna einhverja línu, skilurðu, og þá vita menn hvernig eiga að spila vörðina, sko. Samkvæmur sjálfur sér að þá þetta, maður getur eiginlega ekki beðið meira í dómgæslu. Mér fannst það í gær í þessi Hauka Stjarnan, mikið af runningum, en það var að báða alla leikinn. Já. Hrannar með skot vel framhjá og F-hákarnir keyrir í baki á þeim. Benedikt, Ási, spila með réttindar hægra meginn hérna núna F-hákarnir. Já. Þeir ekki kannski umvafnir örfendum leikmönnum. Nei, hann inn á línu. Já, með einn leinuvaf þar. Við erum ótt séð Leifun að spila hérna skiptu. Jú, það er rétt. Inn úr horninu fer hann. Vel varið Adam. Ég er virkilega ánægður með Adam hérna. Ég er bara frábært hjá honum. Bara virkilega vel gert. Já, hann er bara að velja alls konar bolta hérna. Þetta er velli úr hornum og döðafærum á línu og 7 boltar á 22 mínútum fyrir þennan dreng er bara frábært, sko. Alveg, algjörlega. Og aftur varið, hann er með Leo í vassanum. 8 boltar. Dagur Gautarsson. Já. Hann sér markið og þá er keypt á það. Ég vil að vita hvað hann er með mörg. Þessi 4. og 5. markið hans í leiknum, myndi ég halda það. Það vantar hérna á töfluna. Já. Það er ekkert að frétta þarna hjá. Kannski grípum þessa tölfræði með okkur fyrir seinna og höldum utan þetta aðeins svona. Já, getur gert það. Eða bara að lesa þetta eftir leik. Mér líður eins og ég er búinn að skora 4-5 mörg. En þetta er skemmtilegt, 11-11. Já. Nýfja. Já, það eru 2 stjórnumenn að gera sig klára hérna á hliðarlínunni. Það eru hornamennirnir. Hjálmtýr Alfreðsson og Starri Freyrisson. Já. Uppátti stjórnumenn, frábæri strákar. Herðu, Hafþór Regninsson er farin út af. Reginn út af. Sjáum þetta brot hérna aftur. Óhugnilega gróður. Æ, þetta finnst mér nú ansi. Þetta finnst mér soft. Já, en þetta er bara klaps í andlit. Já, ég hefði sagt hann að róa sér niður og láta hann hanga inn á. Já. En það er líklega ástæðan fyrir að þú ert ekki dómari. Já. Svona er ég bara svona í dómarafræðslunefnd. Það er Kæró hérna aftur. Það er spurningum að taka tölfræði á því, hvað er oft ekki Kæró? Já, og Jakob Martin. Við höfum að láta hann vera að slúta yfir tölunni. Já. Slúta frábælega í dag. Eini maður sem Adam er ekki alveg með í vassanum. Já. Jakob er hvað, komið með 3-4? Já, þeir eru bara vístur hóndamennir í svo leik búin að vera búin mjög góður. Mjög fínir, sko. Patti heldur hérna, Leo er kominn hérna í smá kvíld og já. Og hérna, og Dagur líka. Já. Hvað nú? Bjarni Viktorsson. Bjarni vill áhörðu fara að róa sig. Hvað var, já, það er eitthvað með tíma sennilega á brottisunni, þegar ekki? Jú. Herbi er alveg að... Já, Herbert Ingi með þetta allt í teskið. Það var eitthvað sem ég hef ekki ágjörð af, þá var það þetta. Hvað gerir Stjarnan? Góði. Já. Góði er komið... Hann er að láta vita af sér. Já, hann er komið 3 mörg. Hann er að láta Patta vita af sér. Gott hjá honum. Byrjaði svolítið heikandi og svo verður hann bara komist inn í leikinn alveg mjög vel finnst mér. Og Leo enn einu sinni. Þetta er bara rauningur, ég er bara sammála Bjarna þarna. Hann er löngu búinn að staðsetja sig. Já. Náðu þessu aftur. Við rétt mistum að því, en ég þarf ekki að sjá þetta aftur. Ég er svona samfærður. Ég fannst það að vera löngu kominn og Leo... Já, ég er alveg sammálar. Mér fannst þetta að vera hárréttur dómur. Ekki inn í teik. Nei, ég hérna... Þú veitir þetta alltaf fín lína, skilur, en mér finnst þetta ekki rangur dómur. Þetta er svona bógalína, hún er á teikni. Ég myndi segja að þó þetta hefði verið Haukar í sókn. Nei, reyndar ekki. 12, 5 mínútur eftir, það er jafnt á öllum tölum. Já. Hrannar bara ekki kemur á. Lappa fram hjá honum hérna, vel gert Hrannar. Já. Þá maður sé nú ekki alltaf hrifin af því að menn dribbli bara hérna. Já, hann að fá þetta aftur.
að fá þetta aftur. Ég er svona eiginlega samt mistaði því aftur. Það kom svo snöggt hérna. En hérna áfram Gakk. Já. Flottur Hannari, hann er glettilega mikið sprengja í honum. Hann er nautsterkur náttúrulega og mikill bolti í þessum strák. Já, eins og ég segi, maður er ekki alltaf hrifinn af því þegar menn koma driplandi af vörninni en þetta var vel gert í honum. Það er einn og einn leikmaður sem kennst upp með það. Já. Benedikt, Ási, Einar. Goði líka hérna. Já, hann er hann að verja. Þetta er ekki gott skot fyrst mér, beint út úr hendi, beint í markmanninn. Það var ekki erfiðasti bolti sem Adam hefur tekið í þetta. En eins og við erum að tala um Goða, Goði, ja. ekki að maður kemur núna. Beint á pönnuna. Það ætla að segja með Goða sem er búinn að taka núna, er búinn að skora hvað 2 röð og líklega komið með 4 eða 5 mörk. Hann er aggressífur varnarlega, þó svo hann hafi nú verið hérna, rætt hérna áðan að hann sé svolítið framalega og línumennir hafa fengið hérna 3-4 færi fyrir aftanan. Það er ekki endilega honum að kenna. Nei, en hann er búinn að vera, hann er að sækja vel út í þessar, hvað segja, FH Kanónur, Ása og Einar og bara láta á finna fyrir sig. Já. Adam er að taka allt sem hann á að taka og vel rúmlega það. Já. Hvað er hann að koma með marga boltana? Ég er að tellja þetta sem 10. boltan hans. Já, það er ekki svona. Já, hann verður Birkir hinum einn. Sinn 4. Já. En ég verði Adam hérna maður leiksins sem mínum mati, svo far. Ég klálega. Algjörlega sammála því. Búinn að vera frábær hérna í dag. Já, ég er bara hrikalega ánægður með Patta, hann náði svo stráki í boltan aftur. Já, eins og ég segi, ég er stann hérna, ég er hrifinn af hreyfingunum hjá hann. Já. Og stöður, bara. Ég get bara sagt þér það, þessi gæi líka bara með svona, hann er ekkert svona ungur í haustum einhvern veginn, hann er svona 80 í honum sko. Já. Hvað segir maður, góður ensku, svona kokki. Já. En það er alltaf gott karatisengin hjá markmanni að vera svona svolítið. En það verður að vera það. Já, að vera svolítið svona töffari sko. Það er ekkert að vera lítill í sér í þessu sporti. Ég þekki ekki einn markmann sem er eðlilegur í handbolta. Nei, það er. Þið bræður meðtaldir. Það háði mér mikið hvað ég er eðlilegur. Ekki það að vantað hérna 20-30 cm hérna til slána. Já, við rættum myndi í gær, það er ekki hægt að kenna stærur. Það er æfa stærur. Það er svona sem. Lítið því að gera, en Adam er munur að leiðunum. Það segist eins og er, F-fangarnir að fara með mikið af færum. Já. Og svo líka verið að taka kannski ekkert spes færi núna undanfarið. Svolítið basic boltar í Adam hérna síðustu 2. Og Stjarnan hendur í sama trikk og F-fangarnir áðan, fara í 5-1 hérna. Beint eftir leikli. Já. Ég fíla það. Tandri er flottur hérna fyrir framann, var mjög góður í fyrra þegar hann var að spila hérna í Sventendum. En Ási er náttúrulega frábær skotmaður. Við vitum að þetta er þegar F-liðið byrjar að spila alvöru leiki, þá skýtur Ási meira á markið og þeir skora meira mörkum sko. Hann er náttúrulega bara langsamlega besti sóknarmaðurinn í þessu liði. Já, og bara ákvörðun að taka og allt er bara upp á sko. Svakaleg gæði í skotunum sko. Það er ekkert létt fyrir markmann að taka hann sko. Og ekkert bara í skotum eins og ég segi, losar á réttum tíma fyrir félagann og opnar fyrir félagann. Það er bara. Spila réttu taktíkarnar og allt þetta sko. Já, hann kann þetta. Það þurfum ekki að hrósa F-fangarum á mikið en að hrósa. Við getum verið skammaðir. Nei. Já, 14-13. Goði, Hrannar. Já, 14-13 Stjarnan. Þetta er svolítið magnaður leikur. Og eins og við erum búin að tala Stjarnan samt að spila svona second line-up, svo í slettinu aftur. Já, þú ert alveg með þetta. Þú ert að vinna þér inn í enska boltan. Já, það er pælingin. Já, Hrannar, gott Hrannar Bragi. Mér líst og heldur betur vel á þetta hjá Stjörninni ef þessi gæi ætlar að koma sér í gírinn sko. Já, Hrannar og Goði er búin að vera mjög flottir í fyrirháleik. Já, virkilega. Tandri vinnur hérna vel varnarlega. Það var svona smá hik hérna í skiptingunni. Já. En Tandri gerði þetta vel. 5-1 með stóra mann fyrir framann. Patti var að prófa þetta með Brynjar og Selfossi. Þetta er náttúrulega svolítið þessi, hvað að segja, upphafið í Króatíu, ekki? Jú.
Svoleiðis týpa. Já, þetta kallum við Barbasinski. Ég verð að segja slúttinn hjá línumönnum FH er ekki, þetta er ekki boðlegt sko. Því held ég sé bara alltaf búin að skora hérna 6 metrunum. Ágúst er með 1. Ágúst er með 1, þessi með Barba og hann klikkaði öllu sínu skotum held ég. Já, ég held að tölfræðin sjálf þar sé 6-1. 6-7-1 sko, þetta er ekki í lagi. Þú sé ekki með að skráða það. Nei, ekki að línunni, þú átt ekki að vera með þessi tölfræðin. Sjá Hrannar, sterk hreyfing hérna hjá honum. Virkilega ánægður með Hrannar og Góða hérna í fyrra áleik. Ég er alveg sammála, þeir eru flottir. Hrannar, Góði og Adam búin að vera alveg geggjaðir. Bara, já, geggjaðir hérna fyrir Stjörnuna. Og náttúrulega Dagur. Má ekki hrósa mikið. Nei. Ég var búin að hendi 2-3 hrós í röð á Hrannar, þá kom feill. Svona virkar þetta svolítið. Já, það er svona. Það er svona sko. Pétur bara aftur komin inn á. Hafþór var rétt skottaðist þetta nokkra mínútur. Já, fikk brottisinn og bara kældur. Það er komið hálfleikur, það er 10 sekúndur eftir hérna fyrir áleik. Ruðningur á línumanni. Já. Það var ekki... En afar flögg sendingina frá. Já, það var reyndar ekkert eftir á tímanum. Ég veit ekkert hvað hann var að dæma á það. Nei, það veit það ekki neitt. Nei. Þú voru að ræða þetta yfir brauturinn á sundaginn. Já, við tökum þetta yfir. Herru! Heitum við rétt. Við gleymdum að skoða endursýningun. Herru, hálfleikur, 13-15 Stjarnan. Við komum aftur... Eftir andartak. Já. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammt af brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos. Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammt af brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos.
Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood and Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magna þetta tvennu tilboð. Dominos. Jæja, seinni hálfleikur hafinn, Stjarnan byrjar með boltann 2 mörkum yfir, 15-13. Já. Það bara svo mikið það. Góði heldur áfram og Hrannar, þetta búin að vera flottir í þetta fyrri. Og Adam í markinu. Og Adam í markinu, sjálfsögðu. Það er eftir á móti markmannskipting hjá FH. Yes. Það er Dölerinn komin inn á. Já, það er... Já, og Bjarni... Ég hugsa að Döler verið góður í vetur á öðru tímabili svona. Maður kynna deildina aðeins og svoleiðis. Já. Ég óttast það. Já, Bjarni Ófegur komin inn á í varnarskiptingu hjá FH-ingum. Já. Einar Sindra hérna á sér skiptunni. Einar búinn að spila mikið enn dag. Það er ekki mikið kannski gær. Bjarni Ófegur spilaði töluvarsetningi. Já. Eðlilegt með svona... Þeir eru svona stutt á milli leikja að hérna menn séu hvíldir. Lélegt skot hjá Einari. Já, þetta var svona... Pétur, ónákvæm sending. Já. Það er bara ekki alveg ná nákvæmt í Pétri. Nei, Pétur er ekki alveg búinn að... Hann er ekki heitlað okkur í dag. Nei, geta ekki sagt það. Lítið svo sem svona lítið gerst á hægri vængnum hjá Stjörnunni, þannig séð sko. Bara, já, komplett. Það er haldið áfram í hornunum, Starri og Hjálmtýr. Já, þeir fá einhverja mínútur hérna núna. Kom inn og þeir voru 5 mínútur eftir að fyrri og sjáum hvað er endast. Vel spilað. Vel spilað og vel slótað á línunni. Hann Ágúst, hann fagnar þessu bara gríðarlega. Já. Spilaði bara vel. Tandri, Pétur, það er ekkert að þessu. Nei. Dómararnir. Þarna var svona fisklykt að þessu. Ásið það er framhjá. Tandri vill fá boltan strax. Góði. Nei, þetta er mark mótsins. Æjæjæj. Þetta er Við mark þurfum að mótsins. sjá þetta aftur eða? Náum við þessu aftur eða? Þetta er náttúrulega algjörlega magna. Hvernig skráir þetta í tölfræðibankan? Þetta er náttúrulega alls ekki skot. Nei. Þetta eru menn að skora án þess að skjóta. Þetta gerist mjög sjaldan. Er þetta ekki bara stóðsending mark? Þetta verður svona að skrá þetta sem skot og mark. En samt eiginlega... Já. Ég veit ekki. Nei. Ég man ekki eftir að sé svona á þessu. Nei. Skemmtilegt. Já. Dölu fannst þetta ekki jafn skemmtilegt. Nei, klárlega ekki. Góði og sáttur. Spurning hvort að sé þetta sagt hann hafi notað battari ef þetta fór af Arnari. Mats Atri. Vel spilað, Jakobinn. Já.
Adam í vandræðum með Jakob, hann einhvern veginn veit ekkert hvað hann að gera. Jakob er að skjóta bara hérna allstaðar á hann, uppi niðri mjöðminn. Já, þetta oft svona þegar hornamennir skóra fyrstu tveimur og þá vinna þeir svona dúelið svolítið. Já. Svo ég sletti nú enn einu sinni hérna. Já, þú ert alveg svolítið í því. Ég kann ekki íslensk orðið yfir sumt. Hvernig þetta einví herra kennari? Já. Já. Það er búin að minnka munin í 1. Þetta verður jafnt til leiksloka. Pétur upp. Já. Pétur svona kasta boltanum svolítið svona frá sér ofta annars að vera kannski komið með örugt. Já. Ríkar sko. Vantar svona þetta að vera eins og segir, að vera komið með aukakasti þegar þú losa boltan. Í svona einhverju hálf. Uppferðan, fjölklipping og hann er komin út aftur hérna. Fótur. Há rétt hjá Ægir. Eins og oft áður. Ægir tók sér bara smá tími í þetta. Annað tempo, Bjarni kemur með. Þetta er ekki líka fótur eða eitthvað. Það var svona alveg nippinu. Alveg á mörkunum. Já. Einar kemur inn. Einar er búinn að vera í hvað sókn, hann hefur ekki spilað neitt í vörnina í dag, hann hefur bara verið í sóknina ekki. Jú, ég held að. Svo sem hefur ekki mikið verið að spila vörn. Adam. Þetta var boltinn hvað og glæsileg sending fram. Vel varið hérna, þetta eru fyrstu 2 varið skotin í seinni hálfleik. Já, skal ég segja þér. Ég bara treystir þú sett með þetta. Þú getur bara bókað það. Hvað er að gera þetta? Náður aftur það. Hvað gerir þetta? Einar Sindra fellur við og Pétur svona les honum pistilinn. Vill meina að hann sé í einhverjum leikaraskap. Það sjá. Það var hraðablubbið. Og Ægir rekur hann út af. Patti. Já, ég get lítið dæmt þetta. Já, ég sá þetta ekki. Ég sá þetta líka bara svo seint sko. Þess vegna mistum hann kannski að endursýningunni. Ég sá þetta bara svo seint að hann lægi þarna. Þetta er átök. Þetta er íþrótt með snertingu henni. Já. Það er bara þannig. Þess vegna er þetta svo erfitt í COVID. Patti er að kenna því. Já, vill meina að það sé ykkur leikarskapur á þessu. Við sáum þannig aðeins í gær líka hérna. Arnar Máni tók nú góða dífu hérna á línu einu sinni. Já. Við viljum ekki fá þetta inn í, hérna fáum við þetta. Nei, fáum þetta ekki. Nei, við ætlum ekki að fá. Já, ég ætla að segja, við viljum ekki fá dýfur inn í handbolta. Nei, það er þreytt. Hann má loða við aðrar íþróttir. Já. Hótkast hérna hjá Stjörnunni, hættulegur stað. Hendi komin upp. Góði. Það er ekkert að gerast þetta. Nei. Það er vörðin þín. Það var bara eðlilegt að hendi komi upp. Patti vill ekki fá markmann inn strax. Þetta er ekki tómt markið. Döler lendir í klafsi við Samherja í tegnum. Gústi liggur eftir. Það er svo mikið að gera þérna, ég bara fylgist ekki með. Það er bara að vera með fleiri myndavélar og svona leik. Já, hvað? Þetta er bara allt að gerast. Það er gott. Það bara misti fókus. Og það er nú mikið til. Já, það er nú mikið til, ha. 15-16, FH getur jafnað. Eru einu fleiri. Hvað spila þeir? Hvað gera þeir? Einar yfir, Ási. Þetta er bara klaufalegt við FH-gunum og samanskapið kannski vel gert hjá. Ég sýtti ekki á hvað Bjarni er að flauta þarna sko. Nei, blokkinningin hjá Einari var bara hræðileg. Það var engin blokkinning. Ég hef bara hendinu upp hérna núna ef ég verið að dæma. Þessi skítur á markið, þá er það bara alltaf ágætis færi, ágætis líkur. Það snýður ofta að ná sem negla svona í klofið á markmanninu. Skiljum við, þessum markmenn er oft veikir fyrir þarna, það er ekki allir sem fatta það. Vel gert. Gerðu það nokkur sem það var. Ekkert sérstökur sókn, en fengum mark. Já, bara eiginlega
Eiginlega bara Fengur mark eiginlega bara upp úr hálfgerðu klúðri. Já. Stjarnan góði. Hrannar Bragi. Dribblar mikið. Já, hann svolítið í því. Já, Hafþór upp. En það var svona betur að sjá Hafþór hérna svolítið blómstrar í Stjörnuliðinu. Hann var algjörlega potturinn og pannan í ágætu liði ÍR hérna í fyrra. Já, algjörlega. Algjör lykilmaður þar, mikið af stóðsetningum og hérna spilaði mjög vel. Hann búinn að vera rólegur hérna allavega í þessu leiki sem niður sig, þessum tveim leikjum. Já, þetta sjálfum sér það einu leikir sem ég sé með Stjörnunni í haust. Já. Hann svona eins og segir saman því. Þeir eiga hann inni. Hann var frábær hjá Íringum. Já. Það tekur alltaf tíma að finna sig í nýju liði með öðruvísi meðspilurum og svoleiðis. Hlutverkið breytist og menn þurfa svona að finna sig smátt og smátt. Mjög eðlilegt. Það eru menn mjög snöggir að koma til í þetta, komast inn í hlutverkið. Já, nýr þjálfari, nýjar áherslur. Já. En ég veist ekki um að hann á eftir að vera ólsegur hérna í vetur. Og þeir saman, hann og Pétur félagarnir. Já, ég hugsa það. Það ekkert alltof mikið af örfendum og gæða leikmönnum til bara í boltarum sko. Stjarnan gerði vel að ná í þessa 2 á markaðnum. Já. Og Haukarnir náttúrulega með 2 núna. Já. FH. Þú séu að FH er einu verið bara með 1 sko svona. Í skiptunni, já. Já, 4 skipta sko. 2 í horninu. Já. Svo, já. Afturölding með Birgir Ben sko, það skilur við. Það er náttúrulega langsamlega upplöðast í aðfætti leikmaðurinn í deildinni. Já, bara hreinar eftir skitta. Já, svona sem slík sko. Já. Þetta er laust. Það var ekki gott sko, auðvelt fyrir Döler. Já, vel gert! Það er Starri sem vann hennar bolta. Það var Ása. Og Leon gera það sama. Og fótur. Jú. Þetta er hárið rétt hjá Ægi, Svartaf. Það er að senda hennum hérna klippur. Það ætli ekki að vera að fara of mikið í taugarnar á honum. Kann ekki við það. Nei, þetta var hérna 16-16 og búið að vera hérna menn að fiska hérna í hraðaplöpum. Hægri viltri. Sé að Birgir er að hitta, hann var komin inn í hótni fyrir Leo aftur. Nefnum að Leo fari jafnvel í skiptuna. Ég kemur ekkert óvart að við fáum að sjá Leo eitthvað aðeins í skiptunni. Nei. Ef við þurfum að hvíla hinnar. Það væri, já, það gæti alveg verið rétt og svo er hann að hitta hérna upp núna hann Gunnar Pálsson hjá Stjörnunni. Já, það verður gaman að sjá hann. Já, ungur strákur. Já, maður mikill að tilþrifa. Adam. Ég ánægði mig að snöggur upp með pennan þannig. Já, ég held ég sé bara með 100% rétt á tölfræði. Það er vel gert. Hvað ætlaðu að segja Adam sem kom með þá? 12? Ég ætla að segja þér eins og komið 2 í seinni, 10 fyrir sem gerir 12. Sérðu? Ég og ekki er ég að skrá neitt. Nei. Leo komur aftur í hornið og Dagur aftur. Þeir fengu hérna akkurat 25 mínútur. Já. Hinir hornamennir. Já, og Góði loksins komin í pásu. Já. Já, hann spila allan tíman. Já. Já, þá kemur Hafþór. Smellir einu. Já, hann verður eiginlega og Adam við tekur loksins skot frá Jakobi. Í horninu. Ég held að Jakob hafi verið með 100% þangað til núna. Stjarnan þarf að fá skot frá Hafþór hérna eins fyrir utan þegar Tandri er ekki, Óli Bjarki er ekki og þetta er svona kannski ekki mjög byssulegt hjá þeim. Nei og við verðum nú að hrósa Stjörnunni með það einmitt að Tandri og Óli eru hvorugu búin að spila sókn hérna í dag en þeir eru samt með 17 mörk og eru einu yfir hérna mot FH. Það er bara mjög ásættanlegt. Já, Hrannar Braga glæsilega gert. Þetta er allavega fríkast. Já. Það var klárað þetta færi bara. Já, ég reyndi að sammála því. Komin rosa nálægt. Og
Er það ekki rétt í mér að Arnar búinn að spila allan leikinn á línunni hjá Stjörnunni? Elvario Döler. Sverrir hefur ekki komið inn á? Nei, ég held hann sé bara mittur eftir gerðdæðin eða eitthvað. Annars væri hann búinn að koma eitthvað í sögu held ég. Þetta bara lína. Ási. Við erum líka veikið tilbaka Stjarnan þegar Kersson í bakjöðum eða þeir ná ekki Tandra inn á. Já. Það er nú bara þannig. Tandri náttúrulega alveg stórkostlegu varnarmaður. Já, það er bara ekki algjör gæða leikmaður. Já. Tveggja manna maki í vörn. Já. Brynjar líka situr bara. Já, bara eðlilega. Þú átt að leyfa markmanni njóta þess ef þú ert að spila svona. Já, ég að meina samt hérna, ég var eiginlega að meina þú ert að meina skýttuna. Ég skilji. Já, ég engin spurning. Og þetta brottvísun. Ef þú ætlar að vera samkomin sjálf með þér. Æ, þetta ekki óttalegt kropp hérna. Ég er alveg sammálaði, en þetta er ekki neitt, sko, en þú ert búinn að reyka út af fyrir þetta. Já, sammála því. Já. Það er það sem ég á við. Þessi hérna bending. Já, þessi. Hún gerir einhverja vitleysu, þá ætla að gera hann alla leiki. Það ekki. Jú, ekki leiðrétt þau næst. Alls ekki. Herðu, 17-17, viltu hafa þetta eitthvað meira spennandi það? Nei, ég er ánægður. Ég meina, þetta var aldrei verið svona spennandi. Nei, ekki í þessum leik. Ekki í þessum leik. Þetta er bara, ég er bara, mér finnst það skemmtilegu leikur. Það er náttúrulega, það eru mistök í honum, eðlilega. Þetta er náttúrulega haustleikur. Og liðin eru að koma að spila og svona, það er allir að fá tækifæri. Og það er bara eðlilegt. En mér finnst þetta skemmtilegu leikur. Bara gaman að horfa á hann. Já, menn svona... Það líður hratt, eins og þessi. Já, líður hratt og það er góð sviti. Já. Það er ekki gaman að horfa á handbolta sem maður er bara að sofna yfir og finnst ekkert að gera. Makedónia... Svona sýpaði sem maður sé að horfa á fótbolta alltaf. Samanber landsleiki með Makedóníu til dæmis. Úff, já. Talandi að drepa hraða. 17-17, 18 mínútur eftir. Já. Stjarnan í sókn. Já. F-fangur er búinn að vinna seinna hálfleiki með 2. Það ekki 2 marka munir í hálfleik annars, ekki rétt í mér. Jú. Döler er búinn að taka 3 bolta hérna í seinni. Markværslan er 3-3 í öðrum boltum. Já. Það segir ýmislegt. Já, sérðu Leo komin í hérna skiptuna eins og þú spáðir fyrir. Já, byrjar hérna á miðunni. Kemur vantarlega eitthvað færsla. Já, Kæró. Sjálfgeft. Já. Það er einu sinni. Já, flott árás hjá honum. Þeir ætla að sækja beint á Gunnar, unga strákin í stjörnuliðinu. Það er eðlileg taktík. Já, það er bara mjög klókt. Sækir á mannin sem að... Á hann og fram hjá honum. Þetta er bara einhelti í beinni útsendingu. Þetta er varið. Þetta nú ekki mikið brot. Nei, þetta var ekki mikið. Einhvern annan dag hafði þetta ekki verið neitt. Nei. Svona í 3. og 4. leik í deild þá var þetta ekki neitt. Komin inn hérna með 17 í hornið hjá F-fóingunum. Já. Skal ég segja þér. Þetta er hann Vigar. Já. Sigursson. Skemmtilegur strákur. Já, hann vinnur boltan hér. Mann eftir honum hérna á softballmótinu. Já, góð þá. Með bestu mönnu þar skal ég segja þér. Hann er annar leikur en allavega mjög flinkur. Já. Þetta er, flinkur strákur. Já, Hrannar, þetta er ekki nógu fast Hrannar. Nei, og bara lélegt. Dölurinn er að verja sinn 5. bolta skal ég segja þér í seinni. Já, hann er Adam ekki alveg verið jafn flottur hérna í seinni hálfleiknum og í fyrri. Nei, en hafa svolítið verið að setja framhjá líka stundum. Já, það er enda rétt.
Þetta spilast ekki alltaf upp í hendurnar að þér. Nei, þetta væri ekki skemmtileg íþrótt ef það væri alltaf. Nei. Stjarnan í Kex 0 vörn. Koma þér í sama hérna áfram, ætla að koma aftur og Leo kemur 1 og 1 hérna. Kemur Tandri bara og hjálpar, hann lesi þetta bara. Já. Mæti bara og setur hann í gólfið, parkettið. Þetta er bara að hjálpa sínum manni. Já, hætta þessi einelti. Tandri er ekki hrifun af því. Hann þolir ekki einelti. Nei, ég veit það. Einar. Góður. Já, góður. Virkilega góður. Hafþór og Arnar Máni hérna alveg grjótharðir. Já, stoppuð Ágúst. Þeim nú ekkert alltaf. Góð hreyfingi á Ása hérna. Hann skorar. Veigar skorar. Hann er hérna eins og sér. Þetta er hérna tæknilega sterkur strákur. Svakalega nálægt að verja þetta Nathan. En það er ekki nóg að verja næstu því. Nei, það er vist ekki nóg. Það fær ekkert fyrir það. Nei. Herðu, FH komið 2 yfir. Já. Svona, þeir eiginlega bara gerðu þetta svona... Hægt og hljótt. Já, þeir svona læddust í þetta. Gunnar, Hafþór. Já, Hafþór er svo segur. Vel gert. Já. Þú verður að klára. Þú verður að passa, þú mátt ekki hérna, þú verður að ná hendina á honum. Já. Ef hann hendina er laus, þá er hætta. Komum svo nálægt markinu. Já. Leo. Þetta er skemmtileg uppstilling hérna á FH hérna með Leo og Einar Sindra og Ása. Einar er skemmtilegur miðjumaður líka. Efnilegur. Góð hreyfing, góð vörn. Arnar Máni kannski ekki með hæðin alveg í þristina þarna, en hann er góð tæklari. Já, svona hreyfanlegur og snöggur á fótunum. Já, sérðu, hann lendir í vandræði með boltann með kasta þarna niður. Já. Og það sem meira er að Jón skorar. Já, það er held ég fyrsta markið hans í dag. Það sé 4-1 í færum. Ég ætla að skráta sem varið. Döðlur í 6 boltum. Það verið fít hérna í seinni hálfleik. Já. Birkir náttúrulega var ekki góður hérna í fyrri hálfleiknum. 4. Þeir eru svona að mjaka sig bara í svipað markvarslu og Stjarnan tótal sko. Með flagarnir. Já, Adam hefur ekki... Nei, það er slaka. Það er aðeins hérna dottið niður hérna í seinni hálfleiknum. Já, 3 skot varinn í seinni. Hafþór upp, skot, framhjá. Birkir dauða frí frammi, sér hann ekki. Einar. Birgir inn. Eini. Stöngir framhjá. Fósum Adam fyrir að loka þessu. Já. Stendur vel í hornunum. Góðar stöður. Þó ég sé ekki markmaður. Nei, þú ert ekki sérfræðingur en... Nei. En þetta er hár rétt sér það samt. Já, maður hrifinn af markmannum sem að taka sér stöðuna og standa. Fóra að standa svolítið. Pétur, já, vel gert. Já. Við erum að sjá Stjörnuna með 3 örfenda leikmenn hérna inn á skal ég segja þér. Pétur komið hérna inn á miðju. Já, það er rétt. Skemmtileg nálgun. Það er alltaf svolítið skemmtilegt að vera með örfenda miðjumann. Leo, hann har aldrei klikkað viti. Nei. 2 í dag. 2 í dag. Þetta, já, ekkert aukatekjuorð. Nei, þetta er magnað. Og Dölur er að skila sínu í þetta seinni hálfleik. Já, klálega. Í stóra breytingin í FH-liðinu, það er bara að raun og veru markvarslan. Já. Já, eins og þú sagðir áðan að hérna, Döður geta orðið mjög góður hérna í vetur. Annað tímabil, fyrsta tímabil getur verið erfitt þegar maður er að og hann er bara aðalega að íslensku samfélagi sko. Það veit hann að fíla sig vel hérna, hann er duglegur að vinna og það hjálpar allt. Algjörlega. 21-18. Tandri heldur áfram í sókninni. Já. Vel gert. Tandri er híkalega góður leikmaður. Hann bara segast þessu.
Ég held að hann ætlaði að vinna boltan hann líka í. 21-19, Einar alla leið. Vel gert hjá Tandra. Já, það eru 10 mínútur eftir, 21-19, FH komið 2 mörkum yfir. Þetta er búið að hérna, eins og ég segi, þeir eru svolítið búin að læðast hérna fram úr Stjörnunni. Hægt og hljótt. Benedikt, Einar. Leo inn. Mark. Já, þeir eru aðeins fannir að skjóta betur á Adam. Adam ekki verið að hérna verja sér í. Það verður lítið að þreytast kannski líka. Já. Það er fyrstu mistökin á eigin leiknum, hann var fljótur að hluta þetta. Það er helviti gott á 50 mínútum. Já. Og fljótur að hérna ánægja með líka dómarinn sem bara taka það á sig. Já. Það er ekki allir sem gera það. Nei. Bjarni er samt, ég er ánægð með Bjarni. Bjarni er með hérna snöggur að hann kennir þjálfurum líka, eins og þjálfar að kenna honum sko. Bjarni er alltaf léttur. Já. Alltaf léttur. Þarna sending, úff. Það er ekki verið góðar sendingar inn á Arnar í leiknum. Það er mistækar. Pétur, þetta er voðalegt hnoð hérna. Tandri, sérðu gæðin í þessu skotinu. Bara beint upp, stöngin inn. Yfir 4 hendur og niðri fjær. Virkilega vel gert. Duttu. Það fekk nú ekki langan tíma að vera í vinstra horninu. Nei, aðeins að hrista sig svona. En nú er komin inn á númer hvað? 27. Já, hann er bara ekki á blaði þetta. 27, herðu, þú ert heppinn, það sem ég þekki nú alla. Þessi heitir Gísli. Þetta er Gísli. Ég get bara sagt þér það. Gísli Jörgen Gíslason. Já, hann er nummer 20 hérna á Skrýllunni. En ég manni að það var hjá mér ekkert hann í Kýrskólanum þessi. Þessi er frá Ísafirði þessi strákur. Sérðu skotið maður. Geggjað skot. Þvílíkur úrliður í þessu skotið. Já, þetta var vel gert. Pétur. Þetta er bara mark og áfram gakk. Ekki, já, ok. 23-21, það kert á þetta, Benedikt, Einar, Leo. Já, það er hraði í þessu. Já, þetta er ekkert búið. Nei. Þú ert að sjá athyglisverða uppstillingu á Stjörnunni varnarlega. Þeir eru með Pétur í þristinum hérna með Tandra. Sennilega ekki svo Patti sér svona tímabili fyrir sér. Nei, finnst það ólíklegt. Gaman að sjá 3 örfenda hérna saman inn á vellinu. Já, það er alltaf gaman. Ekki mjög algengt. Já, Hafþór úti hérna, konið hálfgerða 5-1 núna. 1-1 hérna. Já, Einar má eiga það, hann er búinn að bæta við sig. Já, hann er búinn að vera góður í seinni hálfleik. Já, Hafþór gott þetta. Virkilega vel gert. Fljótur að kvitta. En það er enn bara 2 marka munur. Það er enn von. Já. Miði möguleiki. Það er fákanir. Hafa reyndar verið bara, eins og þú segir, dölurinn hér er svona það sem hefur skipt sköpun hérna í seinni hálfleik. Gísli. Það er varrið hjá Adam. Loksins varrið bolti hjá Adam í seinni. Það er langt séð þú skráð skot. 4. boltinn í seinni hálfleik. Tandri, góðan bolta hérna yfir. Neini, Hafþór vissi. Allalalala. Þetta var gott hraðablöp. Jón Bjarni. Nekkir þessi neti. Kemur þessi 3 mörk. Og langt með þetta þarna. Já.
Hafþór svona sko taka skota sem hann ekki 100% með frikast einhvern veginn. Nei, Og hann svona einhvern veginn hann ekki alveg í takti. Þetta kannski frikast sko, en kannski bara stundum bara ekki, skilur við. Já. Ekki alveg í réttu. Samt verið aðeins aggressívar í seinni hálfleik. Skýtur meira að gera aðeins meira. Pétur. Æ, hvað þetta var eitthvað sleysalegt. Já. Sjáu þetta aftur eða? Sérðu, gemur hérna. Ég veit ekki, ef hann fer í handlitið á honum þetta náttúrulega bara 2 mínútur. Já. En ég sést ekki alveglega hérna. Leo inn. Þetta er víti. Nei, hann dæmir ekkert. Ég held að Patti ætla að taka ægi í kennslu núna. Já, Stjarnan vinnur boltan. Mikið mistökum hérna núna. Dagur. Við höfum ekki séð það mikið, en ofsalega gaman að horfa á að spila handboltan. Það er svo mikill kraftur og það er bara hleypa geta hann alveg svakalega. Já. Og svipað þess að ég var á þessum börnum. Það minnir svolítið á það. Já, mjög stað. Já. Minnir á það. Það þurfti bara Það var aðeins framsandið mig, það var eða það. Nei. Eitthvað þarna langt frá boltanum. Já, þetta var ekki bara... Ég hef ekki dæmt á þetta saman hvað þetta var. Nei. Af því að það er ekkert að gerast þetta í kringum þetta. Nei, þetta er bara... Bara tapað bolti. Já, klálega. Við höfum fengið hérna... Jafnvel hérna konum mikkanir í 1 mark. Þetta hefur verið skemmtilega síðustu 3-4 mínútur. Bjarni Viggós hefði mátt lesa leikinn hérna eins og lefa þetta fljóta. Það er betra sjónvarp sko. Já, klálega. Þurfum að fara yfir þetta hérna. Það fekk sóta hérna okkur í hálfleik, þetta er ekki alveg nógu gott. Það var nú bara hérna... Já. Mjög skemmtilega týpa. Já, algjörlega. Ég var ekki að meina þetta illa á neitt. Bara svo það sem ég reyna. Ég elska markmenn með atvinnum. 25-23. 4 mínútur rétt rúmlega eftir. Þetta er svolítið lykil sókn hérna í F-fæðingu. Já, þess vegna hefði verið svolítið gaman ef við höfum fengið... Það er flippið? Já. Sammála því. Dagur kominn hérna fyrir framann. Já, og leysir nú skyttu. Stjarnan er rauninni komið í 4-2 í vörðinni hérna. Athyglisvert. Já. Þetta var lítið. Já, þetta er bara sára lítið. Ég er bara sammála því, en sennilega rétt. Hægt að dæma aukast á það. Nú fyrir hreyfillin að fara upp hjá Ægi. Leo. Þetta var allt í lagi. Klínir þetta í skeiti. Hann var hlaðið í þetta. Já. Þetta var sjónvarps. Já. Þetta var fyrir áhærendur. Þetta er breyttin þetta í F-fæðingum. Það vantar hérna Ísak og Egil og Bjarni er ekkert að spila sóknarlega. Þetta er bara, veist, með Arnó, bara nóga mönnum, sko. Já. Fullt af fólki. Og Einar ekki búinn að spila í, búinn að vera út af í svona cirka 10 mínútur. Já, maður getur segja þetta með bæði liðin að nota margar leikmenn. Hafþór, Pétur. 2 mínútur en FH heldur boltanum. Gísli greið. Já. Sendur á velli. Já. 3 mörk og... Svekkjandi þegar menn fá örfá mínútur. Og fá 2 mínútur. Já. En mjög þekkt. Pétur er í vörn núna. Já, öfri þetta er magnað. Já, það er bara eitthvað 3-3 hérna. Já. Ég held að fáum að sjá, Patti hatt hann ekkert að breyta og hérna... Nei, svoleiðis sko. Henni er svolítið að setja F-fangan í smá vandræði hérna. Dagur Gauta náttúrulega spilaði þetta alveg miskunnulist með KA í fyrra. Já, og er svona bara út allt. Alveg fættur í þetta, svo randaflögu á þeim hérna.
Það er svolítið Gunni Mall í honum svona. Já, svolítið Mall í honum. Svolítið Mall í honum, enda norðan. Það reyndar í hinu liðinu. Fín sending, þríkast ekkert og vel varið. Já. Adam heldur hann inn í þessu. Adam kom með 15 bolta varið í leiknum. Það er bara flott hjá honum. Já, bara flottur leikur, virkilega góður. Já, mæti Pétur á ferðinni, vel gert. Virkilega vel gert. 26-24, þetta er ekki alveg búið. Það er 2 mínútur eftir, 2 mörk. Það er fór búið með leikliðið sitt. Það er eftir 7-6 hérna, þetta taka dölur út af. Það eru einu færri. Þeir eru einu færri, þá ætla það bara í 6-6. Þetta er það mjög gott. Leo, línusending og mark. Þarna klárast það. Já, þarna fór það. Leo Hafþór. Dagur inn. Og mark. Og skorast mjög hratt hérna síðustu mínúturnar. 27-25, þetta eru, það er ekki að segja að þetta sé sterkar varnir í dag. Nei, þetta kemur komið í svona skorpum svolítið markinn. Bara snemma heiti maður á mann, Stjarnan. Já, Ási. Mínúta eftir. Einar. Nei, tapaður bolti. 50 sek, 2 mörk. Það hefur svo sem alveg séð að gerast. Sigursteinn er alveg honum brjálaður. Já, hann er brjálæðskasti. Hafþór. Það er bara að fá gott mark hérna. Það er allt hægt í þessu. Dölur ver. Já. Hálf mínúta eftir. Dölur komið 9 bolti seinna áleik. Tandri, þetta verður bara að vera mark. Já, nei. Það var alveg búinn. Það var alveg búinn. Það fór það. Gott skot hjá Tandri einhver síður. Já, vel gert hjá honum. Þannig séð. 10 sek. Stjarnan eru hættir. Já. 2 marka sigur FH. Það er ekki? Jó. Ekki vera með þetta vittlis á því. Já, þeir ætla að henda þessu, já. Ok. 2 mörk, 27-25. Því það er FH konum með 2 stig í mótinu og Stjarnan situr eftir með 0. Já. Eftir 2 fína leiki einhver síður. Já, búinn að spila vel og eins og við segjum, Adam alltaf frábær hérna í fyrri hálfleik og Goði og Hrannar flottir. Já, bara gaman að sjá hérna að spila. Já. Spiluðu náttúrulega svona á sínu allra sterkasta gegn Haukum í gær, mest megnis. Já. Það fengum við að sjá svona næsta line-up hjá þeim og þetta leitum bara nokkuð vel út sem. Já, betur heldur maður hefði búist við. Já, sammála því. Hafþór fannst mér þegar ég var svolítið inn í honum. Já. Og Pétri. Já. Sammála því. Óli Bjarki náttúrulega satt allan leikinn, kom ekkert inn á. Sverrir kom ekkert inn á. Og hann Brynjar, er þetta ekki Brynjar markmaður? Brynjar Darri, já. Og hann og Brynjar Akureyringur. Já, kom ekkert inn á þessu leik. Og bara 2 marka tap, ég bara veist það flott hjá þeim. Já, ég verð að segja það líka. Maður að sjá að breytin í stjörnuliðinu er kannski töluvert betur heldur en maður hélt. Já, sammála því. Dagur náttúrulega var frábær. Já, ríkalega gaman. Bara gaman að horfa að spila handbolta. Já, þetta er líka bara, þessi típa, það er ekkert rugl. Það er ekkert bullshit, það er allt gert á 100% krafti. Allt gert 100% og það er mætt á fullu. Ég er mjög hrifinn af strák. Skemmtilegur. FH-ingarnir flottir, bara svona eins og segja, mjötluðu þetta bara. Já. Hægt og rólega. Aldrei segla, hægt aldrei. Já, ég bara með stóran og góðan hóp, sko. Fullt af mönnum inni og margir frá, en það er samt alveg einhvern veginn samt. Treytt í þessu. Skil margir svipaði leikmenn, þessir ungu strákar hérna réttendir, lágvaxnir, svona flinkir, svolítið svipaði týpur margir. Já, svona snaggarlegir og öflugir í gegnumbrotnum sérstaklega og skemmtilegir strákar. Það er kannski Einar Sindra svona fremstur meðal jafningja, hann hefur bætt við sig, við lítum mjög út. Já, ég er sammála því, ég var hrifinn á honum í dag, flottur í dag. Hann áttur að taka stór skref fram á því vetur, sýnist mér. Og mér fannst Leo var góður í dag líka. Hann steig svolítið upp í lokin. Já, byrjaði svolítið illa, kom svo sterkur inn. Byrjaði illa í hotninu, kom vel inn í skiptinu fyrir Einar. Já. Bara jákvæmt fyrir FH.
ekki sjá hvert fyrir aðra. Já, svo það bara næsti leikur. Það eru okkar menn. Já, Haukar það. Haukar Afturelding, fáum Gunnar Magg parkettið, hann nú spilað nokkra leikina hérna síðustu 5 ári. Já, og það eins og segja, það verið gaman að sjá hvernig Afturelding mætir til leiks. Já, virkuðu lemstraðir í gær. Virkuðu svolítið þreyttir í gær. Gunni Malm var svolítið búinn hérna í lokin. Hann vildi nú ekki alveg samþykkja það samt til í spurðan. Nei, hann verður búinn að hlaða. Já, klálega. Já, og svo þessi Þorsteinn sem fikk rautt mætir náttúrulega bara og plaffar eitthvað á markið og Birgir og hvað kallaði hann í gær? Carlos hérna, hann Hafsteinn? Verðum að halda því bara gangandi. Carlos. En hérna... Þú varst með tölfræði fyrir markmenn, þannig að vilt alltaf koma með hana? Já, ég ætla bara að henda inn í lofti. Döli tók 9 bolta inn í seinni hálfleik og Birgir var með 4 í fyrri. Þannig að þetta endar í 13 boltum hjá þeim en að Adam tók 15 í markinu hjá Stjörnunni. 10 fyrri, 5 í seinni. Vel gert. Frábær, bara skemmtilegu leikur og hérna við komum aftur eftir. Fáum okkur smá salat og komum svo ferskir inn. Það kjötsalatir. Já. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammt af brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos. Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig Jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig Jig to easily build tables, cabinets, and more. Thanks to the Craig joinery system, you can master the same techniques used by professional cabinet makers to join wood. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammt af brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos. Like to know how to join wood the easy way and create rock-solid joints that are built to last? Well, forget nails, split wood, brackets, and messy glue, and build like the pros. For over 25 years, pro woodworkers have relied on Craig Jigs to build and repair furniture. Now you too can create pro joints with just a drill and a Craig Jig to easily build tables, cabinets, and more.
Thanks to the Craig Joinery System, you can master the same technique